Já, hæ krabbi. Nú ætla ég að gera fyrir spá fyrir ykkur svona allt ástina eða hvað að gerast í ástinni eða hvað að koma inn eða bara eitthvað sem kemur hérna fyrir ykkur. Og já, þetta náttúrulega bara svona hvað kemur upp. Já, til hamingju með afmælið sem búin að eiga afmæli og sem eiga við hún á afmæli núna bráðlega. Innilega til hamingju með það. Og ég ætla að byrja því að fá hérna tenikólum hérna. Sjá hvað setur. Það er Libra og fiskur. Gæti verið ykkur í þessu merki. Og júní. Gæti þá ykkur verið þá átt afmæli í júní. Eða eitthvað svoleiðis. Svo er það Já, ég þarf aðeins að læra meira með plánetunar hérna. En hérna, eins og mér finnst þá svona er eitthvað samt við draumi líka og réttlæti. Eða svona, já, eitthvað sem er að koma kannski ganga upp eða eitthvað svoleiðis gæti verið sko. En allan að segja þetta stjörnumerki og já. Þannig ég ætla að fá eitthvað úr fyrir krabban hérna. God and Goddesses. Eitthvað. Goddess of nature, you reap what you sow, your dream is coming to fruition. Það er eitthvað sem að, já, það er eins og það er eitthvað sem að ykkur hefur langað eða eitthvað sem að þeir eru búin að vinna að eða eitthvað, svona eins og að sé að koma núna til ykkar. Eða eitthvað svona að koma tilbaka. Það sem hefur vunnið fyrir, eða það sem hefur lagt út í alheimum er að koma til núna til ykkar. Þannig ég verð með útskýringu á þessu hérna fyrir ykkur. Já, kannski ykkur finnst eins og sé komið tíma það kannski líka. Fyrir að koma inn í ástin. Það er eitthvað sem að þið er núna svona þið er að virða eitthvað svona fyrir ykkur með eitthvað svona í framtíðinni. Og það er svona eins og að já, það er eins og að vera að segja sko, bara það er bara svona tími, þú verður eiginlega bara go for it. Það er þannig. Svona eins og þessi bara komið tíma á eitthvað. Og þannig að kannski líka bara opna sig svolítið og tala við fólk og svona líka svona opna sig svolítið. Já.
En það eitthvað breyting og eitthvað sem eftir að koma svona, það eitthvað sem kemur inn núna til ykkar svona einhverja breytingar sjá, fyrir krabbann fyrir að koma í ástinni eða hvað að gerast í ástinni. Page of Pentacles, Prospect. En það gæti verið að sé einhver hérna manneskja sem er kannski er í kringum hjá okkur sem að það ekki til eða eitthvað sem að er að gefa ykkur kannski gaufa eða eitthvað eða er að sýna okkur á það. Gæti verið að sé svona að bjóða eitthvað kannski vill meira af þér, vill samband eða eitthvað svoleiðis sko. Gæti verið naut með að stengið þessu merki eða þá eitthvað manneskja sem að þú sér svona gæti búið með. Trauma. Það er kannski einhver hræðsla og stress núna í gangi. Hvort það mun ganga upp eða eitthvað svoleiðis sko. Og það gæti verið út af það sem hefur komið og verið áður og eitthvað svona eitthvað stress með það að gera. Og þetta er eitthvað svona sem tengist sambandi. Það er svona stability. Það er greinilega einhver hérna einhver kona sem að þið getið treyst á þarna og sko sjá hvað það meira. Það er kannski gæti verið hræðsla að gera ekki hlutina rétt eða eitthvað það er svona eins og immaturity, eitthvað svona eins og að vaða í hlutina og þá ekki hugsa og eitthvað svona, það getur verið stress eitthvað út af því. Og það er svona eins og að eitthvað dreigir svona sér tilbaka, Five of Pentacles, emotional withdrawal. Það er eins og að einhver hefur dreigið sér svona tilbaka svona með tilfinningarna sínar. En það er eins og að sé núna að opnast núna tækifæri. Það er einhver inn sem vill koma inn og bjóðar ást og svona, það er eitthvað svona nýja leiðir, nýja dyr að opnast hérna. Gæti eitthvað tengst maí kannski líka. Eitthvað 13. maí. Gæti verið, eða 14. Eitthvað samtöð við þetta. En mér finnst eins og það er núna að það gæti verið að í maí hafi svona komið eitthvað svona breytingar sem að hefur sett breytingu á ef þeir eru sambandi, breytingu á sambandinu og eða það er komið eitthvað inn núna í maí sem að þið hafa sýnt áhuga eða Wheel of Fortune, Faith. Boundaries. Page of Cups, playfulness. Choices.
það er eitthvað samtíð við svona að næstinni þau svolítið svona að meira svona ákvæðin hvað þau vilja og þeir vilja, það er eitthvað sem að er að koma inn sko, en það er eins og þau þurfa að setja svona eitthvað svona mörk kannski á sjálfan ykkur eða á annað fólk í kringum hjá okkur og það er já, eins og að það er margt að hafa kannski bara ekki að hafa of mikið í höndunum eða ekki vera of mikið að spá í hinn og þessu eða eitthvað svoleiðis sko. Af því það er manneskja sem er vill koma inn og það getur verið eitthvað sem er eitthvað svona toxic eða eitthvað sem hefur verið að setja stopp á eitthvað að svona þetta halda áfram kannski út af einhverju sem hefur gerst áður svo þurfa að setja svona eitthvað fótu fyrir dyrnar sko. Já, ég ætlaði nú ekki að fara svona lengra með þetta. En það er eitthvað sem kemur inn núna. Gæti verið bara þið sjálf að þið sjáu eitthvað sem geti það er eins og þið hafi eitthvað eitt sem þið vilji búa með og vera að gera. Það er núna kannski í júlí sem að þessi manneskja er að koma inn, getur verið. Þú veist, það er svona eins og að líka, það er eins og að segja svona sko tíma að láta sig vaða. Taka sénsinn. Það er svona eitthvað svona sem ég finn hérna sko. Gæti verið svona eins og segja eitthvað fimm sem eitthvað breyting sem þarf að gera kannski eða þá 5 manneskjur eða eitthvað svoleiðis sko til þess að eitthvað úr verði eða eitthvað svoleiðis sko. Það er eitthvað svona mér finnst eins og gæti verið eitthvað finnst kannski þetta verið eitthvað svona erfitt að taka sénsinn en þetta er allt bara í hausnum á ykkur sem er að stoppa ykkur. Já. Það getur verið að þið fáið kannski tryggingu frá mannsku sem er að hugsa til eða hún hefur samband við eða hann eða hún þessi manneski sem þið eru að hugsa þið fáið allt í hennu á eitthvað símtal eða eitthvað samskipti og opnast þarna eitthvað leið. Það er svona eins og að það er svona eitthvað hræðslega að það er eitthvað samtíð við hvað við erum að gera og eitthvað svoleiðis sko. Four of Cups, svona þú sjá hvað kemur hérna og það er svona eins og þessi höfnun eða eitthvað svoleiðis sko. Það er eitthvað svoleiðis sko. Með einhverja breytingar. Hvað er að koma í ástina fyrir kraftan? Það er eins og að það er eitthvað svona ákvörðun að taka sem þau þurfa að taka núna
samdi við, getur verið að staðfesta eitthvað með hvað skal gera og hvað halda áfram og eitthvað svoleiðis sko. Það er eitthvað svoleiðis sko. Það er hérna Tower og Four of Wands. King, Knight of Wands, the World, Six of Pentacles, Knight of Swords. Já, það er eins og að sé hérna eitthvað sem að vill staðfestingu og eitthvað svona samt við samband og kannski bara eitthvað lengra með það eða eitthvað. Það sé svolítið þannig. En það er eins og samt eins og það er svona eins og já, þetta er svona í byrjunarstigi. Eitthvað svoleiðis sko. The World og Six of Pentacles. Já, það er eins og að finnst þér svo að þurfa að klára þetta og drífa sig eitthvað, staðfesta eitthvað og svona koma kannski eitthvað svona jafnvægi á eitthvað. En það er eins og það hafi verið svona eitthvað áður svona sem að hefur verið svona svolítið kannski eitthvað að skemma eitthvað eða koma eitthvað upp á að það er svona eins og að síðan að Seven of Swords sko. Það er eitthvað sem að vera að fara bak við eða kannski eitthvað svolítið sko og svona gæti verið að þetta sé bara svolítið eitthvað svona hræðsla. Hvað er komið 17 á? The Sun. Five of Swords. Og Seven of Swords. Gæti verið hræðslega að það sé svona það sé ekki eftir að ganga upp og það er eins og sé svona eitthvað svona smá eins og eitthvað finnist að vera eitthvað annað í spilinu eða eitthvað svoleið sko, eitthvað bakvið eitthvað en það er ekki svoleið sko, það er svona það gæti verið kannski einhverjum, þannig að við veit ekki. Five of Pentacles. Og þetta er eitthvað sem þið eru að fara burtu frá. Og það er að koma svona, það getur verið hérna ný manneskja að koma inn sko. En það er eins og þið séu sko í eitthvað skona vörn. Og það er eins og bara að það er komið tíma á kannski að gera eitthvað, að vinna einhverju eða og það er eitthvað svona núna sem að þið eru svona bara að velta fyrir ykkur og hvað þið að gera. Og það getur verið eitthvað samt ágúst. Og kannski er þessi manneskja ákveð sem að er núna að kannski að vinna kannski að reyna að komast til þín eða eitthvað svoleiðis. Það er svona eins og eitthvað strögglar sem að þurfa að fara yfir svona. En það er
fréttir hérna sem að kannski nýkomi inn sem að sem að þú veist, eru rosalega góðar og það finnst mér eins og var það kannski bara eins og eitthvað húsnæði eða eitthvað, ég veit ekki. Eitthvað sem er búið að ganga upp. Eða samband eða eitthvað svoleiðis sko, í einhverjum sko. Eða svona, mér finnst eins og að það er svona eitthvað sem vill svona staðfestingu á okkur. En við skulum sjá hvað setur. En það eru jákvæðar breytingar hérna sem er að koma inn og það er eitthvað sem einhver manneskja sem að þið geti séð fram á eiga framtíð með. Það gæti verið, einhverju kannski þessi svona, gæti verið svona, kannski einhverju ólítið eða einhverju sko sem einhverjum sko en ekki öllum. En það er eitthvað sem þið sjáu svona breytingar. Mér finnst eins og að þetta er svona eins og þetta sé eitthvað svona eins og þið hafi þessi manneskja hafi verið í lífi ykkar áður og það hefur svona eitthvað komið upp á þannig að þið eru svona svolítið að horfa tilbaka og svona að spá hvort það sé kannski að gera rétt eða rangt eða eitthvað svoleiðis sko. Já, það gæti verið kannski eitthvað þarf kannski að taka skjara og opna sig aðeins líka. Sjá þessa breytingu. Eða hvað. Gæti verið eitthvað hérna 39, 41 og já, gæti eitthvað verið í sportdrykkamerkinu líka. Cups. Autocups. Rio cups. Það er hérna eitthvað sem er að koma inn, það er bara svona eins og þið sjáu bara núna bara eina mannesku eða eitthvað sem þið viljið búa með og gera svona þið sjáu svona fram á einhverja hamingju með og það er eins og sé að vera að svona já, mér finnst eins og það verður svona eins og í ákvörð svona meira svona staðfesting á eitthvað með ástina hvað að gera. En það er eitthvað nýtt verkefni eða eitthvað kom inn og eins og mér fannst líka ólétt eða eitthvað svona það er ekkert endilega að vera, það er svona það er svona bara fjölskyldulíf og börn og eitthvað svona, það er eins og þetta er svona eins og þannig samband sem er að koma inn sko og það er eitthvað svona eitthvað sem maður þarf að hýla og laga og eitthvað svona
eða kannski þetta svona hýlandi samband að eitthvað svoleiðis sko, en það svona einhver ákvörðun sem þarf að taka og það svona verður núna fljótlega samband við ástina sem hjá okkur. Gæti verið einhver breytingaflutningar, ferðalag líka. En það svona eins og þú þurfa að taka einhverja ákvörðun varðandi samband. Og það svona eins og staðfesting eða eitthvað svoleiðis sko. Og svona, ég get ekki annað að sé það að það sé bara svoleiðis í gangi. Já, svo taka þetta frá fyrstu þessu. Fyrir krabban. Cupid arrow. Já. Love is coming. Kisses. Abundance. Not enough. Þetta samband sem að koma inn, þetta eitthvað sem að, þú veist, þið sko getið séð fram á, þú veist, það eins og séð alveg ástæðna og allt svoleiðis sko, og abundance og þetta lofar að það eins og sé svona smá svona eins og að það sé ekki nóg og þurfa meira, en það er það sem að að breytast og það svona, já, sumum sko að það svona eins og, þú veist, það svona koma svo nýtt tímabil eftir svona aðskilnað, það eitthvað svoleiðis sko, svona breytingar, já. Nú er bara að koma út allt sko. Og ég ætla ekki að vera með tyggjóið mitt uppi mér. Þó vona ég ekki vera að smita. Ekkert það. Herjá, við skulum fá meira fyrir krabban. Sexual energy, við skulum sjá hérna. Gæti verið að kynnist svona gegnum eitthvað, þegar verður svona nýtt að koma inn, þá þetta svona að þegar kynnist svona gegnum einhverja svona gleðskap eða eitthvað hlið sko. Það svona eins og eitthvað svona drykkja eitthvað svona í gangi eða eitthvað. En þeir svona sjáu svona hvað, svona skýrara mynd, sko, hvað þau vilja eiginlega bara með samband. Og það svona, og það eins og þurft að svona, kannski, sjá svona hvað var gott og hvað ekki og setja svona, það eitthvað svona eins og þurft að fara að ganga í gegnum svona eitthvað svona tafamoment, eitthvað varðandi, eitthvað svona áfall, eitthvað svona áður til að sjá eitthvað betur hvað það vildi.
Það gæti verið líka að það sé svona eitthvað sem þið saknið og svona eitthvað löngun í eitthvað svoleiðis sko. En ég ætla að fá hérna á þessu hérna. Það er fyrir að loka. Picture, looking at pictures, missing you, nostalgia. Það gæti verið líka að þessi manneskja sem hefur þekkt áður og eitthvað langar að byggja með öfugt. Addiction, codependency. Það gæti hafa verið mikið svona að drykja gleðskapur eða eitthvað svona kannski obsession eða eitthvað. Codependency, svona samband sko. Clock, needing time, cycles, takes time, time to heal. Það er eitthvað sem þú þurft að yfirkoma og eitthvað sem það þarf að laga kannski. Varðandi eitthvað svona cut down. Cutting separation, stop the pattern, silent treatment. Love. Það er eitthvað sem þú þurft að loka á, laga, bæta, eitthvað svona til þess að geta séð fram á við. Eða svona, já, komast á þennan stað. Gæti verið, sko. Og þetta er eitthvað svona, eitthvað svoleiðis. En ég ætla að láta þetta duga fyrir ykkur krabbi. Ég veit ekkert hvað kom út úr þessu, en það er eitthvað. Það er eitthvað sem kom út úr þessu. Bye.